eftir. Og það var ekki rock og roll. Menn skuli átt að sjá því að ógnin nærri. Hún svona nálægt? Hún nær en þig grunar. Já, þú segir fréttir. Hvað var annars? Hlusta á mannin. Gjör svo vel, Sérhósir. Halt áfram. Ég að tala kaldastríð, tískurina, tónlistina og ólíknar sem tíðkast hann úti. Ef við spyrnum ekki fyrir fótum, fer alltaf versta veg. Við verðum líka að vera varðbergi gamla fólki sem flytja í bæinn og getur borið með sér óværu. Og það með sannir segja. Við erum að stíga fast í jarðar og það líf ljóst hvað rétt og hvað rangt. Fólki að leiðsögn halda. Það einhver að stíga fram, einhver staðfastur í trúnni, einhver alvöru leiðtogi. Halleluja! Já, halleluja! Þjóðir eiga tilgangslaust kuldastríð, endalausum friði eftir bíl. Kaldir úti hvern morgun bana mig, hvernig get ég útskýrt að fyrir þig, að jörðin okkar verður að vera hrein. Þetta alveg glæsilegt maður. Hér maður frjáls og hleypur hefðarnar og enginn að kippa sér upp þó maður spriklandi á atómskræðanum. Hey guys, við verðum bara að shape þetta upp og koma okkur feeling, ha? Þetta algjört skíta place. What's up, man? Hvað eigum við að gera hérna? Það ekkert að gera. Sjá hvað þið verðið fyrsta, sjá hvað þið elsta flyggista. Við skulum eiga skúr og bóna, rífa og pússa skóna. Spilast til að losa stífur. Þetta verð fyrir þetta. Það svo alls fyrir þetta. Þetta, þú sjálfur, stemmir. Gæti ég fengið einandarástu? Ekki málið, maður. Við komum í einu! Þekkið hann? Já. Hvernig? Hann er pappa okkar. Í alvöru? Hvað hann að gera hér? Við erum í flutninga
Alvöru? Þú ert að ljúga að fyrir Símon Leifs að flytja hingað. Mamma fékk starf sem skólastjóri hérna. Trúir ekki, ert að ljúga. Ekki þú að ég heima. Strákar, þetta að fara. Það ljúga að fyrir Símon Leifs að flytja hingað. Mamma fékk starf sem skólastjóri hérna. Trúir ekki, ert að ljúga. Hvað? Já! Hvaða viðrinni eru þetta? Þetta eru krakknar af Símon Leifs í eitur. Símon Leifs í eitur? No way! Sjá við útgangnar! Þessi lítur frekar út eins og Freddie Mercury í VM! En sko, Freddie Mercury er ekki VM. Nei. Býtt í þig! Það skipta það! Ha? Ég sagði ekki neitt. Líka óbúslega er hallandsleg. Bittu, ha? Þið hallarsleg? Hefur eitthvað pröfað að lita í speil eða? Mig lítur á sorgætt fyrir mann eins og Símon Leifs að hafa ákvæmi eins og ykkur. Já! Já, það lítur bara að vera eins og eitur í hans beinum. Eins, jáfnveru! Sko, þið ættu þá að berja þennan því ofbeldi leysir öll vandamál. Gene, var það ekki ofbeldi engin vandamál? Jálfuris, hættu! Ég? Gene, þú ert alltaf sami drullu sokkurinn. Nei, Agnes! Balgus, mættu svo þig! Á ég virkilega að vera að berja þig aftur? Já! Komdu bara á Þórir. Mólík, hvernig mólíki? Hvað er að þér? Svona mólík Kosta. Hún er ógilda dýr. Og það er öll snemma til að græða okkur, ekki seinna en 5. Og? Það er engin virðing hérna. Ég skal svoleiðis lú berja. Já, komdu þá! Nei, eftir skóla. Agnes verður á mig. Er það satt, Agnes? Já. Far þú til skólastjórans. Þú ratar þangað. Ég þarf að eiga við orðin. Hvað viltu? Þú átt ekki að tala við mig. Hérna er nestið þitt. Gleymdi því á borðinu heima. Takk maður. Hefur tómatras? Nei, mamma veit hvað snúli sinn vill. Mamma, ég má ekki drasa. Þetta er mín tíma. Abba, ertu ekki að gleyma einhverju? Nú, hverju? Ég mun næsti hér. Nei, þú veist hverju. Mamma. Hann er svo mikill mömmustrákur. Gættu þig! Passa múlíka! Fútona. Hvað, er ekki allt í lagi? Sástu hvað Agnes gerði? Hún er ógeðslega leiðileg við mér. Hvað áttu við? Hún er sko, reyna að venda ákveða orðspölna og sýnir mér enga virðingu. En ég ber virðingu fyrir þér. Jean, þú veistu mig ekki sjá saman. Pappinn er brjálar. Jó, en hvenær ætlar hann að segja frá mig? Ég bara býð eftir rétta augnablikinu. Þið hittist seinna dag. Ok. Missa þá afsakið eða missa þau áður en átökin hafa þegar þróast í kjarnorkustríð. Og svo hrættum á hann og hann var ekki að gera neitt. Guði sé lof að þú ert ekki eins og systir. Mér finnst þú mjög dónaleg, Jean. Það má nú vel vera. En ég hef ekki miklar mætur á þeim dreng. Hvað áttu við? Maður sem mála sig framan, hlustar á tónlist djöfulsins og hafa sér eins og villumör er ekki maður í mínum augum. Heldur lifandi ófreskja, yndið mitt. Byrjandi enn eina ferðina. Það má ekki þetta, það má ekki hitt. Ég held að sé í lagi þó hún máli sér strángreið. En þó boð og bönn skila aldrei neinu. Einmitt, útlitið er ekki allt. Ekki dæma bókin eftir kápunni. Þú getur sagt það sjálfur.
Akkúrat! Mér finnst þetta bara að gefa lífinu lit. Stelpur að mála sig, strákar að mála sig, allir að mála sig. Þú ert nú dálítið daufur til augnanna á sumir. Hvað áttu við? Þú ætti kannski að skerpa aðeins línurnar. Ég ætti ekki annað eftir. Strákar með stelpum, stelpur með strákum, stelpur með stelpum og strákar með strákum. Þetta er almennilegt og miklu... Nú er öllum lokið, María Maren. Það einmitt svona ólíknar sem að rústa heimsbyggðinni. Hvernig þá? Sjáu þessi stríðsáttum. Heimurinn á heljardraug. Stórveldin eru slörgefni og spurningin bara þegar þessi tímaspringja springur og til að bæta grána svart lifir mannskefna þýlum saurleitnæri líkt og í Sódómu og Gómóri til forna. Alltaf þessar heimsenda spár. Svo leiðileg og þannig hefur það verið alla tíð. Alltaf þegar eitthvað nýtt kemur fram er það fordæmt. Eins og þegar hann Elvis Presley kom fram á sjónarsviðið. Já, sjáum hvernig fór fyrir honum. Hann var nú maður á mínu skapi. Ég skal segja það, ekki ef ég hent honum Elvis út úr beddanum mínu. Hann hafi... Nei, nú stoppar þú, María! Heldur þú að dóttir mín hefði stungið af honum Boy Floyd ef þú væri ekki svona mikil afturhaldsekkur og leiðindabúki? Þetta ná! Hæja, mamma. Nei, loksins skilur þú hvar hefur verið? Ég var látið sitja eftir. Ég veit allt það. Nú, akkur þá spyrja. En eitt skipti hjá skólastjórnum? Nei, eiginlega ekki. Þetta var í fyrsta skipti hjá honum, því hann er nýr. Þú veist alveg hvað ég á mig. Hvað gekk ég á? Hann Jean var að níðast á krökkum í skólanum og ég stoppaði hann. Þú hræktir á hann. Hvað krakkar voru þetta? Þetta voru krakkar þegar Símon Leifs í eitri. Símon Leifs í eitri? Ég veist þú alls ekki að þú setja umgangast á krakka. Að sjálfsögir í allt eins og þú biður. Af hverju getur ekki einu sinni verið svona Donna systir? Já, einmitt. Pabbi, mætti við nokkuð bara að horfa á vídeó með stelpunum? Elsku hjartans blóminni. Nei, við horfum ekki svoleiðis. Skyndilega var ég einn á vinnigráðan í þröngu húsasundí. Ég tók eftir því að þau sóttu að mér úr öllum áttum, svo ég hugsaði, what to do? Eins og þröma heiskir úr lofti, laustu niður mér að ég var nýbúinn að horfa á Karate Kid. Svo ég hugsaði, hvað myndi Mr. Miyagi ráðleggja Daniel San að gera í þessum aðstæðum? Sko, í fyrsta lagi þá kom Karate Kid út fyrir stuttu og í síðastu þú sagði þessa sögu voru glæfrarnir bara 5. Svo var það Eddie sem tar á til og róða niður. Einmitt, það er pointið. Orð er til alls fyrst og munið bara, if you can't beat them, join them. Ertu búinn að finna lagið? Nei, ekki ennþá. Spólan er ekki stefna. Ég er búinn að vera að leita að henni. Tíminn líður hratt á gerfin þetta öll. Hvað stress er þetta? Ég er búinn að boða bandið saman, hingað, annað kvöld. Hingað? Já, er ekki Sandra sáttið og dustir ekki á rákskólum? Sko, ég er eiginlega ekki búinn að segja henni frá þessu. Gott. Það er nefnilega einu sinni þannig. Það er mikið auðveldara að fá fyrirgefningu heldur en leyfi.
Hvað er að tala? Ekki neitt. Jú, strákan ætlaði að koma ykkur á morgun að telja að letta æfingu. Æfingu? Eru þið ekki hættir? Þið eru þó ekki að fara aftur á stað? Nei. Það er ekki slíkt í kortunum. Maður á aldrei að útilega neitt. Þú manst að búin að lofa mér að hætta þessu hljómsveitabrölti og bera meiri ábyrgð á heimilinu. Má maður ekki svona hitta vini sína án þess að sé eitthvað dularfullt? Jú, auðvitað. En að biturri reynslu veit ég þegar Berti birti svona upp á þurru en þá er eitthvað í gangi. Ha? Ég? Já, þú. Ekki satt. Nú, hver? Fulltrúar stórveldana hafi hyggju að hittast í Reykjavík til að komast að samkomulagi takmörkun og vígbúnaði. Ljóst er að mikil öryggisbúnaður verður að viðkomi Ronalds Reagan og Gorbatsjov og sem dæmi má nefna að flytja þar skotheldar bifreiðar til landsins til að fundinum geti orðið og væntanlega eru 1000 blaðamenn og 400 manna fylgdarlegir leiðtogar. Jæja krakkar, fáum þögn. Góðan daginn krakkar. Nú verður að fá þögn. Eins og munið frá því síðasta tíma þá er á blaðsíðu hérna 83 í heilsufræðbókinni hérna fjalla það hvernig hérna börn verða til. Ha? Verða til? Er það ekki stokkurinn sem kemur börnir hérna? Þið hafa eflaust heyrt hérna býfjörnar og blómin, ha? Nei, en við veitum trúbón, hvernig tengist hann þessu? Hættin að leynast víða og því ber að hérna... Þessi trúbón var með býfjörnar. Þessi trúbón var mjög vinsæl. Nei, ekki misskilvi. Ég ætla ekki að tala trúbón hérna. Jæja krakkar, við verðum að fá þögn því þá léttar hlaupið skarðið fyrir Jónu. Ég veit að mun leysa þetta stakri príði þar sem hún er mikla reynslu á þessu sviði. Sí, eru þetta algjör reynslu á þessu sviði? Nei, afsakið, ekki misskilja mig. Ég átti auðvitað við að Dolly er þaulreyndur kennari. Við höfum það nú bara stutt. Krakkar á ykkar aldri eiga ekkert að vera að stunda kynlíf. Takk fyrir. Þeir sem ætla að stunda kynlíf eiga að nota smokkin. Smokkurinn er góð vörn gegn getnaði og eina vörn í kynsjúkdómum. Maður opnar þetta bara svona. Þetta er úr gúmmi. Gee, þú er greinlega þræl vörn. Þakkum Dolly fyrir sitt framlag. Það er mér mikil ánægja að geta staðfest að sjónvarpsþátturinn Smellur hefur búið að komast undir bæjarins í leit að næsta hæfileikapunkti landsins.
Nei, það er ekki frábært. Hver stendur fyrir þessu? Sætt sér Rósur og um eitthvað sem þig hér. Ríkir algjör stjórnleysi hér. Nei, alls ekki. Hér ekki gleði og eftirvænting. Nú, og hvað stendur til? Mér hefur tekist að fá sjónvarpsþáttinn Smell í bæinn. Frábært hjá þér, þetta er svo spennandi. Einmitt, að nú vekja falsönir hjá bæjargum, auðfræð og frama. Hégóminn, ekkert nema hégóminn. Nei, þetta verður bara skemmtilegt og frábært tækifæri til að koma bænum á kortið. Skemmtilegt! Það er alltaf að vera skemmtilegt. Ég skal segja þér, Sandra, að lífið er ekki og á ekki að vera ein stór skemmtun. Yfir heiminn úr tarnum á sem... Já, áttu eitthvað sérstakt erindi? Já, við komum til að dreifa trúboðnum. Hvað er svona fundið við það? Djöfull væri gaman að fara aftur on the road. Take it to the limit. One more time. Ég meina strákar, það væri geðvægt að taka allavega einn túr enn. Svona last dance. En við förum ekkert á þess að hafa framkvæmum með þig. Nei. Það er einmitt ástæðan þegar ég kallaði bandið saman á nýtt. Ég er búinn að sansa Símon. Í alveg? Er hann búinn að ná sér eftir aðgerðina? Strákar, hann er í toppstandi. Þið heyrðuð það alveg. Já, en ekki nefnir sem svona að lækka laugin svo að ná þeim. Nei, Eiki minn. Það er bara aðeins að skrapa raddböndunum hans. Hann er aðeins rösti. En þetta samdaði til anskotans. Þetta er Símon fucking Leif. Svo samanlega. Já, þetta grúfa. Já. Ekki búinn að heyra lagið. Já, þetta er mega hittan. Masterpiece. Eva! Hvað er þú að gera hér? Var ekki nær að spyrja hvað þú sért að gera hér? Á dauða mín átti ég von frekar að sjá þig aftur. Við erum bara í heimsóknina, sko. Ég hef ekkert vandtalaði þig. Það er ekki nóg með það. Þú er hriðsað með hljómparsleikastuna. Þetta rústar hjónabönduna Evu líka. Hjónaband stjöfull. Er þið ennþá í þessu? Það þurfti hann til að eyðileggja hjónabandi okkar. Það var dauðadæmt frá byrjun. Af hverju segirðu það? Þú veist það alveg sjálfur. Nei. Nú, eina ástæðan fyrir við giftum okkur var því ég var út af nólétt. Ósvíður, hvar getið utan hjónabands? Ég þú nú ekkert mistök. Já, það var allir skriflað á skötunni. Ætlar kannski að segja mér það að ykkar samband sem sprótti af ást. Já. Heyrið þess að vittlisu. Þetta kemur frá konu sem gekk einn daginn og þig
fyrir alveg og skildi dætur henni móðurlaus. Hvað ertu að tala um? Þú veist það sjálf. Ég kunni þann tilkynna að ekkert verður svo keppnan. Sigurður sýslumaður sem þarna stendur mun tryggja að laupan verði sett á keppnina. Nú af hverju? Og á hvað forsendum? Sjáiði til, það sem má reikna með miklum fjölda gesta ljóst að eldvarnir skólans eru ekki fullnægjandi. Hvað áttu við? Samkvæmt okkar útreikningum eru ekki nægilega mörg slökkvitæki til að vera alveg örygg. Undir þessum kringumstæðum þurfum við að vera að minnstakosti 1 slökkvitæki per mann. Per mann? Já, getið þið útvegað þennan fjölda slökkvitækja í tæka tíð? Nei. Akkurat. Akkúrat. Auk þess getið nefnt að bæta aðgengi fyrir fatlaða, fjölga fullnægjandi bílastæðum, bæta eldunaraðstöðu og svo margt fleira. Getið þið útvegað þetta í tæka tíð? Nei. Einmitt. Þá sýnist mér þetta vera nokkuð borðleggjandi. Lögbannskrafan verður tekið fram strax í fyrramálið. Ertu þá að segja að keppnin er ekki haldin? Nákvæmlega. Hey! Siggi bróðir! Engilbert! Siggi litli skeinirúlla. Gaman að sjá þig. Skeinirúlla? Býtu, var ég ekki búinn að segja ykkur söguna af Sigga bróð? Það var með stanslausa miðgá og skeinirúlla var algjör starbúnaður. Þetta hann? Blessaður höfðingi, það er heiður að hitta þig. Hvað er þú að gera hér? Hann er komin ykkur til að tilkynna mér að ekkert verða keppninni. Siggi. Ertu ennþá ekki vaksin upp og vera með þessi liðin? Já, skósja. Siggi minn. Ertu ennþá svona áhrifakjarn? Ha? Nei. Tala aðeins mig, elsku kúturinn minn. Þú mást ástoppi starfsmaður Sigurður. Hvaða vitleysis gangur er þetta í? Laupan! Svona gengur þetta ekki fyrir sig. Hvað áttu við? Sko, ég hef alltaf elskað þig sem minn eigin bróður. En ég er bróðir þinn. Akkurat! Og þess vegna hef ég alltaf haldið lífið skildi yfir þér og ekki sagt nokkur manni frá ýmsu sem ég veit þig og þína. Já, einmitt. Sigurður Sanettisúla. Skeinirúlla. Já, akkurat! Þú gætir alltaf þessi rifið hjarta úr mér og traðka á því á skítuðum skóm. En að efast bróður kæli. Ha? Sko, ég viðurkenni það að ég er ekki fullkominn. En ég hef þó næstum því alltaf varið þig blóðugur upp á öxlum og ekki sagt nokkur manni frá ýmsu sem ég veit þig og þína. Eins og hverju? Nú, eins og bruggverksmiðjunni sem þú starfar að gera í bílskotniðinum. Það er kannski nú vegna þess að þú ert helminginn í henni. Engilbert. Það skiptir ekki öllu. Þú sérð í hvert þetta stefnir. Vertu nú skynsamur og gleymdu þessu litla laupaniðinu. Ég veit það ekki. Ásögur verður með snar. Ekki neyða mig að segja þeim frá því að það er pissað undir langt fram yfir fermingu. Nú, eða þjóðast með ærnar út í haga, manstu eftir því? Guð minn góði, nei. Ekki segja frá því. Þú getur treyst mér. Eftir að þið Engilbert farið yfir alla hliða málsins, vegið og metið, ýmis rök, með og móti, hef við komist að þeirri niðurstöðu að það sé engin fótur fyrir laupanni. Hvað er það svona? Já, er það ekki Engilbert? Jú, það stemmir. Við höfum þá ekkert meira hér að gera. Ósur, fæ ekki það tilbaka.
Ok, talandi opinn skóla, áttu þetta hurðar hérna? Nei, við erum opinn skóli. Mamma segir að það sé rosalega skrítið að geta bara hægt að læra og vera einhverjum tónlist í heila viku. Og það sem verða það er engin hreyfing. Já, sagði Dolly það. Pabbi segir að verða eitt úr mér ef ég læri ekki starffræði viku. Hann er alveg brjálað. Segðu hann bara hringja mig og ég útskýrta fyrir honum. Hann segir sko starffræði sé lífið. Við viljum gera öllum námskeiðum jafnt undir höfði. Og þar eru listrængin undantekning. En Sandra, kom prófa svo þess. Þið eru heppnir. Engin próf. Engin próf? Hvað vitið það? Svona er þetta bara. Engin próf? Alveg gæt, maður! Endur próf? Bara auðmíkja! Þú veist að Símon Leifs og hljómsveit neitar allir að vera með. Er það? Já, bara svona að láta þig vita. Ansvöld! Gæði. Hvað skoðan er þú að þessu mál? Þú veist að þín skoðun er mín skoðun. Það væri svo gaman að ná sér nefnum. Ég verð að viðurkenna. Já, ég held þú getur glatt margar konur að spreyta sig. Kæru vinni, ég fengi kallað ofan á stundum til þessari sem að getur ekki hugsað til eigin hag. Og ég sé ákveð að við munum taka þátt í keppninni. Jæja, okkur til setina búið is the final countdown.
læta það? Ég er bara smá slapp. Veistu hvað hana systir? Nei, gott þú gast mætt á réttum tíma og það er réttum búning. Þetta er bara fáránlegur tími á æfingu. Jæja, byrjum bara. Munið að brosa og verið í brjáluðu stuði með Guði! Agnes að segja? Nei. Nú, hvað þá? Ég þarf að segja það svolítið. Já, hvað? Ég er ólétt. Hvað gerir nú? Ég get allavega ekki sagt pabba frá þessu. Hann er alveg brjálaður. Ólétt? Er það alveg viss? Já. Ég trúi þessu. En, hvað gerir nú? Ég veit það ekki. I wanna know what love is. Já, ég held kannski, langar að koma heim og horfa á vídeo. Vídeó? Já, horfa á eina mynd saman. Mynd? Með þér? Ég er bara að stríða þér. Auðvitað til það. Við verðum þá að drífa okkur. Leiða frá loka. Það er smá vandamál. Hvað? Ég finn ekki mixerinn. Finnur ekki mixerinn? Nei, ég lít bara að hafa glemt honum. Glemdir mixerinn? Hér. Sorry, það kom smá problem. Hvað nú? Þeir glemdu mixerinn. Amy, það er ekki mitt vandamál, heldur þitt. Já, ég veit það. Og af hverju stendur þú hér? Redda þessu! Ok, hvað stress er þetta maður? Það er að gera allt þetta.
Hvað segir? Vantar ykkur mixer? Símónleir! Jú, okkur vantar mixer. Ég er frábært ef við getum bjargað okkur. Ég er umgrýtt amatörvinna sko. Það er ekki til aðeins í bransanum eins og ég og þú. Satt. Hvað segir þér? Það taka lagið í kvöld? Já, það er möguleiki. Við þetta tekur lagi. Það er allir vitlausir í svona klassíkari eins og ykkur. Já, við gerum alltaf ráð fyrir því. Það er bara þannig. Ég er svo miklu meira en spennt. Það er heiður svona band eins og Eitur sér tilbúið að vera með. Sorry. Afsakið þá. Það er bara allt að vera klárt. Takk fyrir þetta, Símon minn. Spennt og svo spennt. Allir komin á sinn stað. Hey þú! Þú enn að búa í nefið. Við byrjum til 5, 4, 3. Þetta er tilkynning frá almannavörnum vegna yfirvofandi kjarnorkuárásar er fólk vinsamlegast beðið að leita skjóls. Þetta er ekki æfing. Ég endurtek, þetta er ekki æfing. Hvað var ég búinn að segja? Hugsa það sem er búið að gert og fyrirgefa. Fyrirgefa? Þið særðu mig djúpu sári og sá afmælisdaginn. Ég beið eftir ykkur með nýmóðis flatbug. Hún taugar ári. Mamma fór með mig á rúndin að leita af ykkur. Svo kem ég heim til þín og það er bara hljómsveitaræð með nýja hljómborðsleikarnum Boy Floyd. Oh boy. Boy. Já, Boy Floyd. Þú leist ekki þar sitja. Og resa með konuna líka. Ég að fyrirgefa. Ósvífur, þú getur alveg verið reiður út í mig, en hugsa alla aðra sem þú eru að leysa upp þinni að halda. Þetta varst ekki þú, heldur við. Ha? Já, þú varst hörkur hljómborðsleikari, var ekki alveg rétt að týpa. Hvað þú veist? Þú varst alltaf nýjóttinni guð og svoleið stöf. Vildir ekki safna hári, spandex út úr myndinni, herðabór hallaruslið. Og svo er bara ekki nóg cool að hljómborðsleikarinn okkar væri organisti í kirkjunni. Því miður. Var það eitt á fleiri? Já, svo er Boy Floyd náttúrulega svo myndaður. Þetta var nótarvið. Nú hættir þú, Símon, þetta er alveg gott. En mér finnst þú mjög myndarlegur og góður maður, Ósvífur. Ósvífur, þú fórst þína leið og þeir sína. Þitt hlutverk er að leiðbeina fólki. Hvað ætti Jesús að segja? Guð og menn, yfir ást, játa syndi sína og fyrirgefa. Hver vil byrja? Er ekki réttast að við byrjum, Ósvífur? Já, auðvitað. Einhver vist að byrja. Við Ósvífur höfum átt í leynilega ástarsambandi frá því Eva yfirgæm. Iss, hver hefur nú ekki lent í því? Ég og Eddi gítarleikari hefur verið par árum saman. Hann er svo fingrafið með drengurinn. You know, baby. Amma. Ég vildi koma með játningum. Kóti. Hann Sigurður bróðir minn pissaði á sig átt fram með fermingu. Og geri enn. Pabbi, Já, gullið mitt. sko, ég veit ég hef oft verið erfið, en ég vil á vitir að mér þykir óendanlega vænt um þig. Sömuleiðis, barnið mitt. Og ég elska Brian. Svo tímans. Pabbi! Já. Hver er þessi döðaldra á? Það er gott. Hver er það næstu? Ég skal. Undanfarnar 2 vikur hef ég ekki getað haft hægðir. Skjótskipast við í lofti. Sversknar er fyrir að horfa á skip. Gangi vel. Pabbi, ég veit að Jean hefur ekki verið hátt skrifaður hjá þér. En hann er rosalega góður. Hann elskar mig og ég elskar hann. Það þykir ofboðslega leiðinlegt að fara þetta fyrir þér. Vonandi getur þú fyrirgefið mér. Auðvitað, elsku hjartans blómið mitt. Ef þú ert annað, þá er ég á þér.
Og svo annað sem ég ætla að segja þér. Ég ólétt. Heyrðist þínu núna? Ok. Halló, sæltur fólkið. Þetta tilkynning frá almannavörnum. Vegna áður auglýstrar yfirvofandi kjarnorkuárásar vil ég taka fram að eitthvað skolaðist þetta til hérna hjá okkur. Auðvitað átt að lesast þetta æfing. Ég endurtek, þetta æfing. Við biðjumst velvirðingar á þessu og vonum að þetta hafi ekki valdið á miklum óþægindum. Góðar stundir og verið hress, ekkert stress. Bless. Velkomni kæri landsmenn í sjónvarpsþáttinn Smell. Mér sannur heiður að kynna heiðursgesti kvöldsins, hina formfrægu og síðungum hljómsveit, Eitur!